Komið sæl. Í þessum þætti fáum við að sjá torfæru og bílkross. En förum fyrst á Egilsstaði og sjáum götubílaflokkinn í torfæru. Já, keppnin var haldin í Mínaskurðsum og það var bílaklúbburinn Start. Ég ræddi við nokkra keppendur í götubílaflokknum. Rögnvaldur Ragnarsson, hvernig leggst þessi braut í þig? Já, hún verður snúin en það ætti að takast. Mikill hliðarhalli hérna í fyrstu beginni? Já, það er tölverður. Og beygjan er kröpp líka. Það þarf að bara standa hann í botni. Er það ekki eina ráðið? Það er eina ráðið. Annars bara veldur? Já, það getur verið svo. Hans er bíllinn stöðugur, hann er frekar lár. Hleypur ekki aðeins úr börðum? Jú, ég er búinn að hleypa tölvöld úr. Hvað ertu með í dekkjunum? Ég giska á að sé 3,5 til 4. Og ætlar að hafa svolítið út keppnina? Já, ég mun ekkert breyta því. Hvernig verður bardaginn í götubílaflokki? Það verður hart barist. Ég er búinn að fá skæðan keppari til fyrir aftan mig. Hver er það? Hann heitir Sveinn Ingimarsson. Á hvernig bíl? Hann verður erfur, þannig ég ætti að hafa hann. Er það þess á rauðabróknum? Hann er ennþá bara rauður? Já, en það er spurning. Ef hann stendur sig vel, þá verður hann að vera blár næstu keppni. Og þá eru Rögnvaldur að sýna að bláu liturinn sé betri. Hann byrjar náði að taka eitt dekk þarna í fyrstu beginni. Og ekki næra lengra en fær 180 stig. Sveinn Ingimarsson, velkomin til leiks. Takk fyrir. Ætlar að reyna að standa í hárinu á Rögnvaldi? Það er að reyna. Heldur þú fáir einhvern að vera blár? Hvað segirðu? Heldur þú fáir einhvern að vera blár? Ég ætla að sýna að rauði liturinn er betri. Já, við skulum fylgjast með hann og Sveini. Klóra hérna í 2 dekk og fer þarna út úr brautinni. Þarna er hann bara komin út úr braut snemma. Geti það svona hægt þarna en hann heldur áfrans einhvað síður. Hann er ekki með meira en 60 stig fyrir brautina. Hann er bara aðtöða hvað hann kemst langt. Og þá er það Þorsteinn Einarsson. Þeir vilja narta hérna í dekkinni í beginu og hérna upp í 2. Það er búin að missa 4 dekk. Og næra klára þetta leið 240 stig. Gunnar Pálmi Pétursson, velkomin til leiks. Takk. Hvað hefur verið að bjáta á hjá þér? Já, ég hef búinn að vera að brjóta hásing undan og millikassa og allt sem því fylgir En þú mættir til leiks með nýja vél. Já. Hvers konar vél er þetta? Ég er leitt smíðað fyrir mig vél úti, 350 servólent, sem á að skila 450 hestaflum á venjulegu bensíni þannig að. Virkar hún almennilega núna? Já, þetta á virka mjög vel núna. Og hvað ætlar að gera? Já, ég ætla að vinna. Heldur þú náir Íslandsmeistaratitlinu? Það er hæpið en maður reynir. Maður er búinn að missa út það mikið af keppnum að þetta verður þungur róður en maður reynir. En þú stefnir líka hátt á bikarmótinu eða ekki? Jú, jafn hátt. Það vilja allir vinna. Hvernig ætlar að fara því? Já, það er bara harkan. Bara standan? Já, standa á flatan. Og hann stendur við orðin, hann stendur á flatan upp fyrstu brekkuna. Tekur hann eitt flatverk sem aðgur inn í brautina og kemst ekki lengra, þetta er 95 stig. Þá er það Ragnar Skúlason á dýpster. Keyrir þetta mjög vel. Getur að vísa þarna annað dekk og annað til. En klárar 270 stig. Þá erum við stödd í annarri þraut. Fyrstur er Sveinn Ingimarsson. Hann fer nú ekki langt, 75 stig. Þorsteinn Einarsson er næstur. Geysilega öflugur bíll hjá hann Þorsteini. Fer þetta létt. Þarna tekur hann nú eitt dekk, tapar 15 stigum. Svo þarf hann að raka yfir poll í restina og þá er þrautin búinn. 265 stig og þá er það Gunnar Pálmi. Það er alltaf sama veg og hjá Þorsteini. Þeir tapa stigum við að stoppa, þeir verða að passa á því. Brautin afmarkast af gulum og bláum dekkjum. Bláum dekkin eru hægra megin við bílana, gulu dekkin vinstra megin. Þetta er mjög vel. Og fær 290 stig. Þá er það Ragnar Skúlason.
staðið sig mjög vel á mótorinu hingað til. Já, stoppar hérna að vísu. Mjög liðugur bíll þó hann virðist vera klunnalegur. Ræði mjög vel við hann og þekkir vel á bílinn. Og fær hérna 290 stig. Þá er Rögnvaldur Ragnarsson. Hann fer nú ekki lengra, fær 50 stig. Þá er það staðinn eftir 3 þrautir. Fyrsta sæti Ragnar Skúlason, í öðru sæti Þorsteinn Einarsson, í þriðja sæti Gunnar Pálmi Pétursson. Rögnvaldur Ragnarsson kemur eftir honum í 4. sæti og svo Sveinn Ingimarsson í 5. Þá er það 4. þrautin. Við slepptum út 3. þraut. Það var stutt þraut og létt. Voru allir jafnir að stigum ennþá. Staðinn er ennþá svo sama. Ragnar fyrsta, Þorsteinn í öðru, Gunnar í 3. Sjáum hvað Gunnar gerir hérna. Stoppar og bakkar, tapar stigum við það. Nú þarf að fara hérna meðfram brúninni og upp endamarkið. Jú, 215 stig fær hann. Þá er það Ragnar Skúlason á Deepster. Mjög hljóðlátur bíll hjá hann og Ragnari. Hérna. Hann fer nú ekki lengra og fær 150 stig. Þá er það Rögnvaldur Ragnarsson, bóndinn frá Hrafnabjörgum. Einhver þetta alveg listavel. Og klárar með fullt hús, 300 stig, áfallalaust. Og þá er það Þorsteinn Einarsson. Hefur staðið sig mjög vel. Hefur nú alltaf haldið sig við 3. sætið. Þá er hann ekki losa sig við þá nafnagift, Þorsteinn 3. Og klárar með 225 stig. Þá er það 5. þraut. Ragnar Skúlason fyrstur. Hann tók þetta geysilega vel og áfallalaust 300 stig. Þá er það bóndinn, Rögnvaldur. Eitthvað þetta alveg að bela á Ragnar og glæsilega kert. Þarna mun hann nú litlu 300 stig færa samt. Þá er það Sveinn Ingimarsson. Og rauði liturinn. Jú, nei, tekur dekk í endamarki, fær ekki með 285 stig á 300 mögulegum og þá er það Þorsteinn Einarsson. Ísilega skemmtilega bíll hjá honum. Nei. En fær þó 300 stig, smá velta þarna. Þá er það Gunnar Pálmi Pétursson. Og hann klárar, en missir 10 stig, 290 stig. Þá er það tímaþrautin. Síðasta þrautin, Rögnvaldur Ragnarsson er fyrstur í hana. Fyrst að því að ná góðum tíma og aka áfallalaust. Svolítið erfið brekka hérna samanfyrir og hann er ekki nema 72 stigum fyrir vikið. Þá er það Sveinn Ingimarsson. Fer aðeins ofar í hlíðina. Þetta er hérna nýtt til leiks, gaman að fylgjast með hvað hann gerir. Já. Ístilega vel leikið hann upp. Þá er það bara flotið á vatninu. Pollurinn frægi. Finnur ekki þetta leið. Fleytir vilna 187 stig. Þá er það Þorsteinn Einarsson. Gaman að fylgjast með Þorsteini þessari braut. Bíllinn er mjög skemmtilegur, lipur og kraftmikill. Þorsteinn góður ökumaður. Og hann er efstur á bikarmeistarmótinu. Hann vann keppninni í Jósefsdal. Þá skulum við sjá hvernig hann flýtur yfir vatnið. Hann flaut vel yfir á hellu. Glæsilega kert hjá hann og fær 288 stig. Þá er það Gunnar Pálmi. Tíminn sem menn fá út úr tímaþrautinni er lagður saman. Hún er deilt í fjölda keppanda og miðað við þá tölu fá menn 300 stig.
Ef menn eru með betri tíma þá fá þeir hærri en 300 en ef þeir eru undir meðaltali þá fá þeir minna en 300. Sjá hvernig Gunnar keyrir í vatnið. Gott flot hjá honum. En þarna vildi eitthvað gefa sig. Og á hliðina fer hann fær þá 230 stig. Skulum sjá þetta sýnt aftur. Svo virðist að mann leggi of snemma á bílinn þegar það kemur upp úr pollinu. Og slakar einmitt á gjöfinni að þá leggst þyngdin á afturhlutann og veltir bílnum. Hvað kom fyrir í pollinum? Vélinn fór, braut sig út að neðan. Það er trúlega að fara í stimpilstöng út í gegnum pönnuna. Bara ónýtt? Nei, sveifarás trúlega og stöng, stimpill. Þú verður með í næstu keppni eða ekki? Jó, ég vona það. Ég verð að fara að panta bara og redda þessu. Og þá er það Ragnar Skúlason. Skulum fylgjast með honum aka tímaþrautina. Tekur þetta mjög vel, áfallalaust. Þá er það brekkan. Það er nú lítið fyrir henni. Mjög öflugur bíll hjá honum Ragnari. Sjá hvað hann flýtur vel hjá honum. Já, hann fyrir mun utar. Nei, og það er þarna smá vaskursu. Klára brautina glæsilega, tekur þá dekk í endamarkinu, 297 stig. Þá er það lokastaðinn í göttubílaflokki. Ragnar Skúlason vann þetta með 1487 stigum. Sem framfór á laugardaginn. En fyrst skulum við sjá nokkuð brot úr torfærum sumarsins.
Árni Kolbsson hefur margoft sagt okkur að hann ætla að fara út í